Það í gangi. Já. Hljóðið alltaf í gangi. Gott. Niðurstaða samgöngu- og fjarskiptanefndar, 4. fundur. Samtök sunnlenskra sveitarfélaga hafa sent aðildarfélögum sínum bréf með spurningum varðandi forgangsverkefni í samgöngumálum 2019 til 2028. Skammur tími er gefinn til að svara og samgöngu- og fjarskiptanefnd hefur fengið spurningana til umfjöllunar til að undirbyggja svör sveitarstjórnar. Tillögur samgöngu- og fjarskiptanefndar að svörum eru eftirfarandi. Spurning 1. Hver eru 3 helstu forgangsverkefni í nýframkvæmdum varða samgöngur í sveitarfélaginu ykkar? Og til að svari, fyrsta forgangsverkefni að klæða 80 km af malartengivegum með bundnu slitlagi innan sveitarfélagsins. Í öðru lagi mikilvæg hringtenging í gegnum Syðrabæ Sandhólaferju. Í þriðja lagi heilsárs ferðamannavegur að Skjólkvíum við Heklu af Landvegi. Spurning 2. Hver eru 3 helstu forgangsverkefni í rekstri og viðhaldi samgöngumannvirkja í sveitarfélaginu ykkar? Og tillaga svari var: í fyrsta lagi aukið viðhald á heimreiðum innan sveitarfélagsins. Í öðru lagi viðhald hinna gríðarlega fjölförnu ferðabarsleiða Nyrðri og Syðri. Og í þriðja lagi lögð áhersla á viðhald og umferðaröryggi á þjóðvegi 1, svo sem að fráreinar við fjölförnu tengivegi og hringtorg við Hellu. Og spurning 3 fyrir við. A og fráreinar. Ef horft á Suðurland sem heild hafa 3 samgönguframkvæmdir. Hvaða 3 samgönguframkvæmdir myndi sveitarstjórn ykkar setja fremst á blað aðrar en í ykkar sveitarfélagi? Og til að svari miðað við núverandi leið Suðurland þá mikilvægast að fá nýja brú á Ölfusá og að lágmarki 2+1 veg úr Reykjavík og austur. Sú samgönguframkvæmd sem myndi hins vegar bylta samgöngum Suðurland til langara framtíðar væri að halda áfram með Suðurstrandarveg. Spurning 4. Hver er afstaða sveitarstjórnarinnar varðar áætlanir ríkisstjórnar veggjöld? Til að svari hér: áður en tiltekin afstaða til málsins þyrftu forsendur að liggja skýrar fyrir. Spurning 5. Hvaða sýn hefur sveitarstjórn á fyrirkomulag almenningssamgangna á Suðurlandi? Og til að svari: mikilvægt að boðið sé upp á tryggar og öruggar almenningssamgangur Suðurland. Spurning 6. Annað sem sveitarstjórn vill koma á framfæri við samgöngunefnd SAS. Til að svari: að stráðvegakerfi verði tekið til endurskoðunar og að landvegur og þykkabæjarvegur verði gerðir að stofnvegum. Einnig leggur nefndin til að yfirvöld skoði hvort nýta megi svipaðar aðferðafræði og gert var í Íslands ljóstengt verkefninu og reyndist vel til að flýta framkvæmdum og gera þær hagkvæmari. Tillaga að sveitarstjórn staðfestir tillögu samgöngu- og fjarskiptanefndar að svörum við spurningum samgöngunefndar SAS og fleiri sveitarstjóra að koma niðurstöðunum á framfæri, en annars orðið laust þennan lið. Má geta það? Já, takk fyrir. Þetta er flott vinna hjá samgöngu- og fjarskiptanefnd, mjög flott. Kannski eitt við lið númer 1, þú kannski setur þetta hans upp á Gúst. Það talaði þessa 80 km af malarvegum sem eru hérna í sveitarfélaginu okkar. Hvort að við ættum að bæta þar við úr fundargerð samgöngu- og fjarskiptanefndar sem var fundur sem var haldinn 7. febrúar. Og þá þar sem stendur að þá það tillaga nefndarinnar að lagt verið upp með að skipta klæðningu þeirra tengivega sem eftir eru upp í 4 áfanga til næstu 4 ára. Þá tiltaka þeir svolítið þessa vegi sem að til koma og svo kemur að ræða Hagabraut og kílómetrafjölda, Rangavallaveg kílómetrafjölda, Þingskálaveg kílómetrafjölda og síðan aðra styttri vegi, Árbæjarveg, Bjallaveg, Sumarliðabæjarveg og Bakkabæjarveg.
hvort við ættum kannski að nýta því við, því að þetta virkar svolítið svona mikið ef við erum að segja, já við viljum bara fá 80 km af bundnu slitlagi, en ef þetta er svona í smá bútum, hvort það væri þá ekki svona myndi matreiða betur og ný. Þannig að það er kannski eitthvað sem við ættum að ræða hvort við nýttum efni þar úr. Sýna við. Náttúrulega öðruglega spurt svona bara hvað vildu helst sko núna, en svo erum við þetta komin aðeins lengra og búin að útfæra það. Já, bara kannski sýna að við hugsum lengra ef við erum svona. Hvað finnst ykkur hinnum? Hefur við að finna nýta þess aftan við þetta? Ég finnst sjálfum svona þegar ég er að keyra og þá til dæmis það sem að vegir liggja í gegnum hlöð sko, bæjarnið, Raftólt og má segja nánast Grásteinsholt, allan Raftólt, Svirbær, svona staðir þar sem að vegur fer alveg í gegn að það er svolítið ríkar mökkurinn yfir þessa bæi þegar að þó það væri nú ekki nema að koma því að minnstakosti á stað og mér finnst í sjálfu sér allt í lagi að finnst það bara styrkja að það var enn frekar að nýta þessu við sko, sannilega að þessum kaflaskiptum. Þetta er alveg svolítið mikið sko, þá þetta þurfi. Það var 80 km svolítið. Svona þegar ég heilsett hitt sýnir að við erum alveg búin að hugsa þetta lengra og nýta þessu við, þannig að ég myndi nú alveg styðja það. Þetta sé mjög góð vinna alltaf hjá þessari nefnd. Það er mjög gott það sem frá henni kemur. Já, þetta getur það. Ég var náttúrulega sætt hennar fund og var þess að nefnd sko eins og við hugsaðum þetta náttúrulega þessa spurninga komu svona að þetta eru, hver eru forgangsrafnir, en auðvitað er það ekkert svo sem færlegi að hengja þá þessa bókun okkar frá þessum fundi þarna inn, en svo reyndar náttúrulega kannski höfum við nú svolítið áhuga fyrir að koma þessu í svona harðari framkvæmd líka. Hvað segir ritari fundarins á ágúst? Já, annar var átviti. Ég held að þetta sé bara góð hugmynd að bæta þessu við. Það er bara að gera hamra á þessu sem oftast og víðast. Má bara vitna í þessa fundagerð eða bara hengja þetta við. Eða hengja þetta við. Já. Við getum bara bætt því að ég má sem sé bætt við þessa bókun að því verði sem sé bætt við svarið. Við þurfum ekki að vera eitthvað sem sé endilega að hvað ég var að segja, breyta svari nefndarinnar, heldur bara bæta við í okkar bókun. Bara að við tökum undir það sem að bæta og notum þessu svör, en notum jafnframt þessi greiningu og fyrst að búið að ég held að það sé bara mjög gott. Herðu, já, Margrét. Svo er annað hérna varðandi almenningssamgöngur númer 5 og þá þetta er flott svar að það sé búið upp á tryggar og öruggar almenningssamgöngur. Ég er að velta fyrir mig hvort að maður eigi að hafa líka þarna inni ódýrar eða svona almenningssamgöngur þurfa að vera sanngjörn með verði svo það séu nýttar. Hvort að við gætum einhvern veginn orðað það, hvort að ódýrt sé og sjoppulegt orð, þannig ég veit það ekki. En hagkvæmar, fyrir hvern þá er það hagkvæmt? Já, sko, Neytendavænu verði. Já. Er ofstofnanlegt að segja á neytendavænu verði? Nei, það er bara fínt. Ég myndi leggja til að því bætt við þetta svar. Já, það stendur því svolítið fyrir held ég sem sagt almenningssamgöngur hvað er í rauninni eftirlýst að fara með. Þetta er ekkert eins og við eigum að venjast þegar við höfum í Evrópu og við erum að taka strætó eða lest eða eitthvað, þetta bara kemur ekkert til vesti á mann. Margrét? Það er akkurat málið að þetta er ekki orðið svona, fólk lítur ekki á þetta sem hagkvæma möguleika. Þú notar þetta meira í neyð og það er svolítið synd, ekki nefn kannski þeir sem eru á einhverjum afsláttarkjörum, en hinn almenni íbúi, hann nýtir almenningssamgöngur í neyð. Þú velur alltaf einkabílinn og það er ekki gott. Og maður hugsa bara svona umhverfið og svo framvegis, þannig að maður þarf kannski að hnykkja svolítið á því. Takk. Það má alveg geta þess hvað það kostar eins og frá vegamótum á Selfoss kostar 650 kall sko á Selfoss og þá aftur tilbaka. Þegar krakkar eru að taka kannski æfingu á Selfossi þá er þetta 1300 krónur sem er náttúrulega dýrara
líklega heldur en maður myndi bara fara sjálf og... Jú, það er þetta borga 13, þetta er stoppa það. Já, þetta er ykkur krakkadíl, sko, þetta er yngri, sko. Þannig að þá er þetta eiginlega orðið, ef þetta eru dýran að fara á einkabíl, þá vantar hann að hvata til að nota þetta, sko. Já, það er þetta. Það eru strákarnir þegar þeir eru að fara. Já. En maður sendir það út af bara þægindunum að það vilja það, sko. Ágúst, getur við komið því að hún er inn að hann er með 5. liðin að hann ráði að mætti vera ódýrur í stæðu. Já, það er sem hagstæðustu verði fyrir neytendur, mættum kannski kalla það eitthvað svo leiðis. Það er fínt orð. En náttúrulega það er horfum túristana líka, mjölka þá. Kannski viljum við ekki endilega vera að hafa mikið ódýrur fyrir túristar, sko, en... Nei, ég segi það er svona verið, náttúrulega þeir nota þetta eitthvað og þá er þetta vill. En veistu hvað kostar eins og fyrir strákana á fullu verði ef þeir eru ekki með? Það myndi þá væntanlega vera þetta, því þetta Já, aldrei saman kast, fyrir fullana úrlinga. Nei, Nei. miklu dýrara fyrir fullorðna. Kostið 3.500, það er bara til Reykjavíkur hérna, sko. og kort og svona þetta vera með Það er hægt, sko, já. kort og eitthvað, sko, sem maður Og svo er náttúrulega þetta með miða líka, sko, og það er ódýrur, eitthvað. En allt frekar óhægt. Þannig að það er 1300 önnur leiðin eins og verði. Þetta er ekkert óhagstætt hjá skólakrökkunum að borga 90 kall önnina ef þau eru í skólan alla daga og svo kannski að fara í bæinn líka því að kostið sem þau fá, það gengur í það, sko. Já, líka. Ef þau eru að nota þetta mikið, sko, Já. Mitt. þá er þetta ókvæmt en, sko, En þú nota þetta mjög lítið. þau nota þetta allt og lítið, sko. Það er alveg til skammar. Þetta er náttúrulega, við búum þetta leggja það, sko. Því miður. Því miður, já. En þau eru bara svöluð, mann ekki, ég var nú að ræða það eftir krakkana hérna, þau eru bara höfðum og höfðum að taka sig saman í bíl. Það er bara svoleiðis. Stoppar strætó á Vegamótum. já, það er að panta þetta viti að þeir fara svona út og svo er það svolítið gallið hvað þeir eru að fara austur ég veit ekki á svarta myrkurryggingu og þá bara stoppa hann í kantinu, sko. Þeir fara ekkert inn á Vegamót það er ekki út aftur. Nei, ég hef nefnilega að sé það, sko, maður höfður stoppað og lett og eftir þessu. Skýta það er ég Það er bara ekkert að rúlega með þetta, sko. Já, þetta er ekki með þessu, sko. Ég er nú sjálf að segja, ég keri hérna ekki veginn fyrir strætó, en ég fer alltaf með bara hérna hann er elda. Það er út af þessu bara. Ég hef ekki tekið alltaf í bílinn, skólabílinn og svo hingri aðra þessana. Já. Það er fint, sko. Þetta svona hefur ekki nýst eins og maður hélt að þetta yrði. Nei, hvað fara þeir oft í Þetta nýttist í. Já, að bókur geti þá verið eitthvað á þessa leið, þar sem að þetta er bara svörin eru, tekið undir þau sem sé tillaga og segist og staðfest til tillögu samgöngu og fjarskiptanefndar að svörum við spurningu samgöngunefndar SAS með þeim viðbótum að með svari við spurningu 1 fylgi bókun frá ég held síðasta fundi sveitarstjórnar, ég þarf að gáða því útfærslu og að við 5. svar bætist að almenni samgöngu séu á hóflegu verði. Sveitarstjóra falið að koma niðurstöðum á framfæri við nefndina. Eða neytendavænu verði, ég veit ekki, hóflegu eða neytendavænu. Það er hóflegt svo sem þýðir það reyndar. Getur við saman eftir þessa bókun? Já. Nei, ég hef bara ekki greiðið atkvæði. Þá erum við saman á. Heyri, 72, það er áframhaldandi samgöngu í fjarskiptanefnd segir að fjarskiptamál gangi ytra á. Og það er niðurstaða samgöngu fjarskiptanefndar, 2000, lögum fram til kynningar verkloka skýrsla ljósleiðarverkefnisins, sveitarfélagsins. Einnig var lögð fram til kynningar og umræðu endurskoðuð gjaldskrá Rangárljós,
Samgöngu- og fjarskiptanefnd leggur til við sveitarstjórn að gjaldskráin verði samþykkt. Þeir sem vilja tjá sig þetta, Ágúst? Já, ég vil benda á það sem sé að nefndin óskaði eftir að fjalla þessa verklokaskýrslu en við erum í sjálfu sér búin að taka hana fyrir hjá sveitarstjórn fyrir langa löngu síðan en það var bara, hafði ekki verið fundað sérstaklega þetta í Samgöngu- og fjarskiptanefnd þannig að óskin kom þaðan. En gjaldskráin hins vegar sem sé nýtt mál. Fleiri þeir sem geta samþykkt þessa afgreiðslu Samgöngu- og fjarskiptanefndar getum ekki Fundarstjóri. Já. Benda á það sem sé að þetta er tekið fyrir í 11. lið hjá okkur og eftir. Já, þannig að það hefur verið að sem sé gera til og að því að bara beina afgreiðslu þangað. Já, alveg, já. Þá erum við ekki að afgreiða það ekki meira. Heyrði, þá er það líður 8, ungmennaráð og Rangárþings ytra, fyrsti fundur og fundargerðin er lögð fram til kynningar. Og líður 9, ungmennaráð og Rangárþings ytra, annar fundur. Fundargerðin er lögð fram til kynningar. Ágúst, gjör svo vel. Já, það er svo sem ekki neina atriði þarna til þess að taka til afgreiðslu en ég vil leggja til að við sem sé fögnum því að þau ætla sér að halda ungmennaþing eins og gert var 2017 hérna hjá okkur, tókst mjög vel þannig að ég geri það bara tillögu minni að það verði sem sé því verði fagnað sérstaklega. Það myndur þá bara orða þetta einhvern veginn að sveitarstjórn fagna því að stefnt sé að því að halda ungmennaþing upp á 2017 sem heppnaðist frábærlega. Það er ekki bara ágætt. Eitt í þessu líka bara benda á í lið 2 í þessu að muna eftir því á næsta byggðaráði að við tökum fyrir þá mál til umsagnar sem ungmennaráðið veitt umsögn sín þannig bara minna á það. Það gleymist ekki. Það eru hljóð gott mál. Ágúst? Já, fundarstjóri, ég maður rétt að þá er það komið inn á fundin. Já, það er ljómandi, þá gleymist það ekki. Heyrði, þá held ég við höfum ekki meira þetta að segja það. Við vindum okkur í 10. lið sem eru húsnæðisáætlanir. Endurskoða húsnæðisáætlanir Rangárþings ytra. Ágúst, varst þú ekki með þetta? Jú, það er þannig að þetta var kynnt á síðasta fundi og það er búið að liggja til kynningar. Þetta skjal var hins vegar ekki búið til með ég veit ekki hvað maður segir á íslensku track changes og þannig að það var ekki alveg kannski einfalt að átta sig á hverju hafði verið breytt en skipulagsfulltrúi hafði lofað að setja niður nokkra punkta og þeir fylgja þetta hérna með og við getum auðvitað farið yfir þá bara núna það er ekki bara að kalla þá fram og jú, ekki bara gera það. Þá getum við bara að skoða þetta. Endilega. Tekst það. Við smá æfingar hérna. Breytingar á áætlun. Það er sem sé við verkum þessu hérna upp og þá er
Og þá ef ég lesi þetta bara upp, þá þessi breytingar sem gerða voru að felld var út tilvísun í samþykkt byggðarráðs að hefja vinnu við gerð áætlunarinnar og jafnframt voru aðilar sem koma að fyrstu drögum teknir burtu. Í öðru lagi vísaði til endurskoðunar aðalskipulagsráðs síðan 2016 til 2028 í nýrri áætlun, þar sem vitnaði í þá kafla sem eiga við stefnur íbúðasvæði. Nú, í þriðja lagi var listi yfir íbúðasvæði uppfærður samkvæmt aðalskipulagi. Fjórða lagi listi yfir lausar byggingarlóðir var uppfærður þar sem að þeim hefur breyst, en að sögn skipulags- og byggingarfulltrúa annað óbreytt. Ok. Vil ég að einhverju fleiri tjá sig þetta? Ágúst? Já, og ég sem sé set þetta síðan undir máli þannig að allir geta séð þetta á með fundarlífi. Þá erum við bara þeir sem geta samþykkt þetta mál á sakræðslu, gefum ekki samþykkt það liður 11. Gjaldskrá 2019 Rangárljós. Endurskoðuð gjaldskrá fyrir Rangárljós. Lögðu fyrir tillaga endurskoðaða gjaldskrá fyrir Rangárljós. Samgöngu- og fjarskiptanefnd hefur tekið gjaldskrána til skoðunar og leggur til að hún verði samþykkt. Ágúst, þú Já, undarstjóri að þessi gjaldskrá, hún tekur mið af sem sé öðrum gjaldskrám sem að tengjast fjarskiptanetum sveitarfélaga sem að hafa verið svona þróað þetta aðeins. Gjaldskráin okkar gamla var þetta mjög einföld, það var í rauninni bara 2 tölur. Það var annars vegar tengigjald 250.000 krónur með vask og hins vegar mánaðarlegt gjald sem að þjónustuaðilar eru rukkaður 3.000 krónur á tengingu með vask. Og það er óbreytt í þessari endurskoðuðu gjaldskrá, það er þessi engin hækkun á því sem lendir á íbúum okkar. Það er lagt til að það sé bara óbreytt. En annað sem bætist þarna inn er hins vegar eru þættir sem hefur ekkert rukkað fyrir og snýr að heildsölunum í þessu, eða þeim sem að þjónusta þetta og þekkist. Þannig að segja bæði að það sé gjald fyrir það ef einhverjir aðilar vilja leigja pláss í skápum hjá okkur í tengimiðjum, ef að það á að breyta einhverju sem að við þurfum að sinna, þá er breytingagjald og það er eðlilegt að við séum líka með það. Og síðan er þetta nýjung sem er þá opnar fyrir það að við getum leigt þræði í kerfinu. Þannig að eftir þeirri aðferð að það er fjarlægð eða þessi vegalengd í loftlínu í kílómetrum yfirleitt, þarf þá ekki að vera það, getur verið styttra. Það var fast gjald á það eftir því hvað verður að leigja marga þræði. Og þetta er í rauninni alveg það sama og nokkur önnur sveitarfélag hafa tekið. Þarna eru líka tekjumöguleikar í kerfinu og er þetta besta mál og vonandi verður bara mjög mikið um þetta. Og nú það er mikið talað um 5G fjarskipti, það sé að fara að bresta á og mér skilst á þeim sem að skilja þetta allt saman að þá opnist ýmsir möguleika fyrir meðal annars okkar Rangárljós í að selja þjónustu til þeirra sem eru að bjóða upp á það og það er gott. Takk. Ok, það er tillaga að setjast þetta samþykki í gjaldskránna. Þeir sem geta gert það, gefum ekki. Já, Gissur. Bara áður kannski opnum við nú næsta mála því ég var að sjá hérna núna tillögu á bókun en kannski til að við ættum ekki að hafa tölur kannski opinberar strax ef við erum Meinar, nú er tilboðsfæstu liðin, henni? Tilboð. Könnun. Þetta var könnun. Þetta er könnun, já. Þetta er ekki, útboð þannig bara áður við, að því við erum í upptöku. Hvort við viljum aðeins kannski taka fundarhljóð og ræða þetta eða? Já, ef að gera smá hljóð. Það er ekki það. Spil. Já, gera smá hljóð. Jæja, höldum við fundið áfram. Það er liðið 12, Guðrúnartún, Garðagerð.
Gerðar verðkönnun meðal jarðvinnuverktaka í Rangárþingi í fyrsta áfanga gatnagerðar við Guðrúnartún og Hellur. Tillaga er að fela byggðarráði að fara yfir niðurstöðuna og verkefnið í heild sinni og leggja fram tillögur næstu skref. Einhverju sem vilja tjá sig þetta? Þessi geta samþykkt þessar tillögur. Við hefum ekki maður samþykkt saman tillögur. Liður 13. Kolefnisjöfnun Rangárþings ytra. Útreikningar á kolefnisspori og endurheimtarverkefni. Sveitarstjórnin lagði fram minnispunkta frá fundi landgræðslustjóra og starfsfólki landgræðslunnar þann 27. febrúar síðastliðinn mögulegt samstarf í umhverfismálum. Einkum snúið að kolefnisspori sveitarfélagsins og möguleikum til að minnka það og jafna út. Niðurstaða fundarins var svo að miklir möguleikar væri til samstarfs, en fyrsta skrefið væri að láta reikna út kolefnissporið til þess bærum aðilum. Einnig var rætt annað mögulegt verkefni sem snýr að uppgræðslu á landi sveitarfélagsins á Strönd í samstarfi við Sorpu Rangárvallasýslu BS. Þar gætu verið möguleikar á að nýta moltu og nú þegar hafist verður handa við að safna lífrænum úrgangi í hýslunni. Sveitarstjóri hefur í kjölfar fundarins kannað hvað það myndi kosta að reikna út og meta kolefnisspor sveitarfélagsins. Kostnaður fer eftir útfærslu en reikna má með 30 til 50 klukkustundum í vinnu sérfræðings við slíkt verk. Þess ber að geta að SAS hefur hrundið af stað verkefni að meta kolefnisspor Suðurlands en ekki ljóst hvenær því verki mun ljúka. Ágúst, byrju við? Já, bara aðeins að því ég var á þessum fundum að kannski segja og hefur verið að skoða þetta að það gert svona aðeins fyrirspurnir það hvað svona myndi kosta. Þetta fer auðvitað eftir því hvað við viljum ganga langt. Hvort við erum bara að tala starfsemi sveitarfélagsins og ég held að við höfum verið að tala það. Eða hvort við erum að tala bara allt sem við erum að gera hérna í sveitarfélaginu, íbúar og fyrirtæki og allir. Og það sem að SAS að búið að hrinda af stað, það í rauninni bara öll starfsemi á Suðurlandi. Og þannig að það mjög stórt verkefni og flott. En mér skildist á þeim sem að vinna það sem Stefán Gíslason hjá Environ Ice að hann sé að klára þetta fyrst fyrir norðvesturland. Áður heldur hún byrjar á Suðurlandi. Þannig að það fyrsta verkefni á norðvesturlandi fyrir heilt landsvæði. En aftur á móti eru nokkrir aðilar eða einhverjir aðilar sem eru að gefa sig út fyrir að reikna svona lagað út fyrir fyrirtæki, stór og lítil og sveitarfélög. Og þar eru þessar svona viðmiðunar tölur sem fara þá eftir því hvað starfsmenn sveitarfélagsins leggja mikið til í vinnunni. Eftir því sem þeir gera meira auðvitað þá minna þarf að kaupa ráðgjöf. En þetta gæti samt verið þarna einhvers staðar á þessu bili. Og þannig að ég held að sé alveg að skjóta á svona kannski 500.000 til 1 milljón til að bara reikna þetta út. Það var eitt að semja með eitthvað á því bili. Vildi að það kemur fram. En svo spurning hvað við viljum þrífa þetta áfram. Það kostar þetta pening. Er þetta máls? Maður veit það? Já, ég bara fagna þessu að þetta sé svona í viðræðum við landgræðsluna og bara viðræðum, þessi hugsun sé komin inn hjá okkur, bara mjög gott. Og ég held að við ættum svona hægt og rólega að fara af stað í þessa vegferð og mér líst bara rauninni vel á sem að búið að koma fram í máli sveitarstjóra. Ég held að þetta sé bara þarft mál og ég held að svona okkar fyrstu skref ætti náttúrulega kannski að vera að hugsa okkar starfsemi áður en við förum að hugsa, ég held að hitt sé of vítt og of stórt. Það er betra að byrja á aðeins smærra, svo getur maður útvíka það ef það gengur vel og þörf þykir og við höfum efni á. Þannig að Takk til heima á þessu fyrst. Já. Það er bara ólíkt. Takk. Steindór? Annar var óttið, já, ég er sammálað þessu, þetta er gott. Ég held að það sé að gera að fara af stað þetta, það er alveg
peningar líka í förguninu og öllu þessu, en þetta kemur örugglega vel tilbaka og þetta náttúrulega mikið meira að kolefnisjöfna ekki bara að moka ofan í skurði, hvað svona fullt af. Og ég held að þetta geti verið spennandi bara fyrir íbúa að vita hvað við þurfum að gera til að kolefnisjöfna okkur og geti komið svona smá keppni upp í fólki að gera það sem hægt að gera, en auðvitað sveitarstjórnin að horfa og sína starfsemi áður en hún fer kannski að dýka það til annara og vera svona í farabróti, finnst manni. Takk. Hugrún? Takk. Tala hann eitthvað hvenær hann gæti farið í þetta ef að svo yrði? Hvað það taki langan tíma eða? Ágúst? Já, sem sé, erum ekki alveg með skýr svör við því. Nei. En manni sýnist þetta gæti verið svona veiku vinna. Já, ok. Og það bara þyrfti þá að semja það, en þetta gengur út á það að bara fara í þetta strax, í rauninni, tiltölulega strax. Ekki að bíða til næsta haus eða eitthvað slíkt. Þetta væri eitthvað sem við værum bara búin að gera og átt okkur á fyrir vorið. Því að síðan þetta, þessi kolefnisjöfnun fer framkvæmdin sem slíka, ef við ætlum að fara að gróðsetja tré og slíkt, að það þetta meira vor- og sumarverkefni, hvað sem Þannig að ég myndi segja að sé alveg raunhæft að við getum verið klár með þetta í vor. Gústi, ég má aðeins tölum kolefnisjöfnun. Hvað hugmyndin að ganga langt í þessari hugmynd? Úrvinnslu. Og við veitum að hún margfætt. Hún meira að moka ofan í skurði. Þetta bara eins og gagn bændum. Hver hugsun það til þess? Ágúst? Já, annar varaháttvíti, það er svo gaman að segja það. Sko, þetta sem hérna til umræðu, það snýr bara að starfsemi sveitarfélagsins. Það er að segja, við erum hérna 106 stöðugildi og við erum að reka 4 skóla og við erum með skrifstofu hérna og áhaldahús. Þetta snýr bara að þeirri starfsemi á þessu stígi. Síðan þetta þá stærra mál að fara að taka bara alla starfsemi fyrir. Og það meira skilst mér þetta verkefni SAS þá að reyna að átta sig bara á heildarpakkanum. Það er það sem ég vildi þetta. Já, en síðan þetta snýst auðvitað það að minnka kolefnisspórið líka, ekki bara að kolefnisjafna. Þetta bara minnka líka það sem við erum þá og ég held að sé engin leið önnur en að takast á við þetta. Þetta risaverkefni á heimsvísu, við vitum það. Og einhvers stað þarf að byrja og ég held að við þurfum að byrja líka. Já, heima hjá okkur. Það bara hannig. Það fleiri sem vilja taka til máls. Til að fela sveitarfélag og útfæra verkefni útreikning á kolefnisspori vegna starfsemi sveitarfélagsins og leggja verkefna áætlun fyrir næsta fund byggðaráðs til samþættingar. Kostnaður? Það er bara eitthvað sikkur lægja, Já, er það? Er þetta ekki eina 2 tillögur? Eða hvað? Og var átviti. Bara að benda á sem sé, þetta var snerist tvennt, annars vegar var það þetta kolefnisjöfnunarverkefni og síðan var þessi hugmynd sem fættist líka að fara í uppgræðsluverkefni í samstarfi við sorpstöðina. Nákvæmlega. Og ef við ætlum að ýta því af stað, Landgræðslan hefur áhuga á því og kannski við, ef við tökum þann pólinn í hæðinni hérna á þessum fundi, en það þarf auðvitað að nálgast svo sorpstöðina sem á sýsluvísu, hvort að hún vil koma með okkur í þetta. Þannig að þetta eru 2 mál í rauninni, eða 2 tillögur. Þannig erum við sammála það að fela sveitarfélag að útfæra þessar útreikningar á kolefnissporinu. Það er allir sammála því. Þá það hinliðurinn sem eiginlega... Mér finnst þetta svo flókið verkefni að það má ekki tala flugvélar, það má ekki tala þetta. Já, lögum þann til að Vistu vera hálfgeð geðþáttar. leita eftir samstarfi við Landgræðsluna. Sveitarfélagi og Rangárvallasýslu, uppgræðsluverkefni á Strönd.
Já, mér finnst það mjög góð hugmynd en það þetta fyrst bara að kanna hvort að menn vilja koma þá með okkur í það. Þannig að þetta ekki með, eins og ég skynja þetta, þá þetta ekki með neinum, það ekki verið ákveða neitt annað heldur en að óska eftir viðræðum við þessa aðila alla. Eða báðar eitthvað satt. Við erum búin að tala við landgræðsluna en sorpstöðin þetta aldrei rætt þar. Mér finnst þetta góð hugmynd, Steindór? Tekur til það, frábær hugmynd. Og maður sér alveg að geti kannski möguleika á að bara úlingavinnun og svona geti bara aukið verkefni þar kannski, ekki bara verið tekjur unga viði því að það fátt þroskandi og gefandi en að gróðsetja eitthvað að sjá árangurinn eftir einhver ár, þannig að þetta bara mjög flott ef að geti komist á svona samstarf. Margrét? Nei, ég var bara góð. Voru fleiri sem vilja taka til máls? Hvernig getur orðað þetta? Bara svona? Þetta bara fínt, eða ekki? Jú. Og allir samþykkir? Ég bara spáði með efri töluguna hvort við að slá henni svo niður fyrir því hún rann saman í texta. Heyrðu, þá komin að 14. lið. Endurskoðun skipbrigðis samgönguþings ytra. Uppfært skipbrigði sveitarfélagsins. Það hefur verið farið að uppfæra það og það lagt hér fram með einhverju sem vilja, Ágúst? Ég gæti að taka til máls þennan lið og það sem sé búið að uppfæra skipbrigði okkar sem við vorum að fjalla 2015. Þannig að það sé allavega í takti bara hvernig þetta núna og það sem hefur gerst síðan til dæmis að Oddi BS hefur orðið til. Það var ekki búið að nefna hann í þessu. Þannig að hann komið sinn stað. Svo breyst nafn á nefndum, heilsu, tómstunda og íþróttanefnd sem hefur skipt nafn og eins hefur bæst við jafnréttismál við menningar og atvinnumálanefnd. Annað óbreytt. Vilja fleiri taka til máls? Það tillaga að staðfesta skipbrigðið og birta það á heimasíðu sveitarfélagsins og þeir sem geta staðfest það verið ekki á verki. Það staðfest samlega. 15. er trúnaðarmál, spurning hvort við tökum vélina og tökum á því. Já, og skiptur yfirlokið. Næsta dagskrá 16. liður umsókn lóð vestan við Stræktarhótel. Mosfell fasteign EHF óskar eftir lóð vestan Stræktarhótel. Og það vil einhvers taka til máls undir þessum liði hérna. Ágúst? Já, ég get bara upplýst það að þetta ekki, þessi lóð ekki á skipulagi. Þannig að það ekki hægt að úthluta henni beint. Það þarf þá að taka sérstaklega afstöðu til þess og vinna málið eitthvað áfram. Þannig að ég held að sé rétt að við bara heyrum í þessu aðilum og ræðum við á hvað þeir eru að hugsa meira. Þannig að það sé þá eftir að vinna málið bara frekar. En það bara að koma því hérna inn á fund og þó að svar líka ekki fyrir. Finnst mér. Ok, það hérna tillaga að bókun Mosfell fasteign EHF óskar eftir lóð á óskipulögu svæði vestan Stræktarhótels á Hellu. Byggðarráði falið að kalla forsvarsmenn Mosfells EHF á sinn fund og leggja fram tillögu afgreiðslu málsins á næsta fundi ráðsins. Þessi geta samþykkt þessa tillögu. Liður 17. Umsókn lóð undir 4 raðhús ætluð til skammtímalegu. Rúm EHF óskar eftir lóðum. Rúm EHF óskar eftir lóðum undir 4 raðhús ætluð til skammtímalegu. Kanna þar hvort skipulag gefi færi á húsnæði að stóða Hellu. Já.
Viljið þið taka þetta máls á Ágúst? Já, það er sama með þetta mál þó að sé nú aðeins öðruvísi að það er í rauninni ekki gert ráð fyrir þessu nákvæmlega í okkar skipulagi þannig að það þarf að skoða það en þetta er þessi aðili hefur sótt áður í sjálfu sér en núna sækir hann þannig að hann er bara að biðja pláss þar sem að það má samkvæmt skipulagi, ekki ákveðna lóðir þannig að ég held að þurfum við jafnframt með þetta mál að skoða það bara aðeins betur og hvort að við eigum eitthvað möguleika á þessu. Það eru eitthvað sveitarfélög sem hafa fundið svona starfsemi stað innan sinna vébanda en þetta hefur auðvitað ekki þótt henta til dæmis að leyfa í það sem er almennt íbúðarhúsnæði yfirleitt. Það þarf þá að vera eitthvað sérstök aðkoma eða einhvern veginn sérgreint frá öðru. Hefur fleiri taka til máls? Þessu lið? Bara Sveindóri Oddviti vara annar. Þetta er bara ágætis afgreiðsla að skoða þetta með opnum huga hvort þetta finna einhvern stað. Fínt að taka jákvætt í þetta þegar þetta annað kemur laus. Getum við þá sameinast að bóka sveitarstjóra verið falið að vinna málið áfram og leggja þann tillögu fullnaðarafgreiðslu málsins á næsta fundi í byggðarráð. Ertu að óska eftir atkvæðagreiðslu? Eruð þið sammála því? Gefa merki sem að við erum sammála. Þú telur við hafa næga tími í það? Það er þá ákveðt þannig. 18. Erindi og fyrirspurnir álista. Við fylgja þessu úr hlaði, Margrét, takk fyrir. Já, takk. Takk þetta bara í sitt hvoru lagi, 18.1 fyrst. Já, þetta er bara. Jú, það er með tillögu hækkun heimgreiðslna. Fulltrúar álista í sveitarstjórn Rangárþings ytra að leggja til að heimgreiðslur samkvæmt reglum sveitarfélagsins verði hækkaðar í 80.000 krónur á mánuði. Og greinargerð sem þessu fylgir er að Rangárþing ytra hefur greitt heimgreiðslur síðan í febrúar 2015 og hefur mánaðarlega upphæð þeirra verið óbreytt frá upphafi. Verulega niðurgreiðslur eru í dag á leikskólarýmum í sveitarfélaginu eða ríflega 85% af raunkostnaði. Með því að hækka heimgreiðslur er komið til móts við þá foreldra sem hafa mögulega önnur úrræði til að mynda dagvist með álíka niðurgreiðslu og tíðkast á leikskólum, þannig að staða þeirra verði því sem næst sambærileg og að hafa barn á leikskóla sveitarfélagsins. Og undir þetta ritum við Margrét Harpa, Steindór og Yngvi Karl. Þú kannski bætir því inn í ef það er ekki í fundargerð, setur nöfnin okkar þarna undir. Og þetta er í rauninni bara, já, ég held að greinargerðin útskýri þessa tillögu okkar og þetta er kannski hugsun líka þar sem að er nú ljóst að það gengur illa manna nýja deild, leikskóladeild, að þá er kannski fólk í ungt fólk með börn, eða bara fólk sem er með ungt börn, 12 til 18 mánaða, eru svolítið svona kannski í vandræði með hvað það ætti að gera við barn og þetta er kannski hugsað til að létta undir þeim, því að ég sé ekki alveg að þessi deild opni næstu mánuði, þannig að það eru rökin okkar. Takk. Vilja fleiri taka þetta mál? Ágúst? Já, Oddviti, ég langar að upplýsa það á þessu fundi sem við áttum hérna, svona upplýsingafundi með foreldrum, að þá var kom þetta mál einmitt til umræðu þar heimgreiðslur og fólk var að velta þessu fyrir sér og mér fannst mjög bara gott að heyra í fólki að fólk var að bara leita að lausnum líka ef við getum ekki náum ekki að manna nýja deild eins fljótt eins og við ætluðum okkur að þá gæti þetta létt undir og þannig að mér finnst þetta bara að vera góð til að endurskoða þessar heimgreiðslur okkar og svona setja það svolítið í samhengi við þetta, hvernig staðan er. Ég held að það sé bara góð hugmynd. Hins vegar held ég að þurfi að, eins og alltaf, að skoða þetta aðeins. Þetta er þetta tillaga upphæð sem kemur þarna fram og við höfum svo sem ekkert skoðað hana neitt sérstaklega. Þetta er bara nýtt að sjá þetta. En það þarf ekki að taka langan tíma. Það er að taka saman bara gögnum hvernig þessar heimgreiðslur hafa reynst og hvað þær hafa verið mikið notaðar og
og hvað þetta þýðir þá ef farið yrði út í þetta. En ég held að það hefur líka komið til tals að í tengslu við fjárhagsáætlanir hefur þetta verið rætt, hvort það ætti að hækka þetta, en ég held að sé sérstaklega ástæða núna þegar við erum að reyna að finna leiðir að gagnvart leikskólann. Þannig að ég tek undir þessa tillögu, en ég held að við þurfum að hins vegar ég tel ekki að við getum afgreitt hana hér síðsvona, ég held að þurfi að skoða þetta betur. Og það kannski kann það þykja þreytandi að vísa málum alltaf til byggðarráðs, en það auðvitað til þess að skoða og kafa onni, og það ætti alveg verið að gera það núna á bara næsta fundi, tel ég. Leggja fram gögn og þetta, þannig að það sé að taka upplýstar ákvarðanir. Þannig ég legg til að tillögunni að það verði frestað afgreiðana, en frekar ég gagna afla. Já, ég finnst þetta bara ágætt tillaga, ég sé það er alveg tíma bara að skoða þessar upphæðir. Langt síðan þetta byrjaði þetta verkefni og ekkert treyst síðan þá. Það er rétt aðtúað. Spurning hvort við getum sameinast einhverja tillögu afgreiðslu að fresta þessu til næsta fundar sveitarstjórnar, og sveitarstjóra falið að taka saman minnisblað umfang heimgreiðslna og mögulega heildarkostnað af slíkri hækkun og leggja fram fyrir næsta byggðarráðsfund til kynningar og umræðu. Eru sammála þetta? Já. Má ég bæta við samt? Já, upp á umræðurnar. Þetta er líka kannski, þetta er nú líka kannski hugsað þrátt fyrir það að við séum akkurat núna í svolítið svona vandræði með að manna nýja deild, þá er þetta náttúrulega kannski líka hugsað bara almennt í framtíðinni, þannig að fólk hafi annan möguleika, því við erum ekki með dagforeldri og sumir kannski líka bara kjósa það, fá sér au-pair eða fá sér aðra dagvistun, því það er ekki allir sem kjósa að setja barnið sitt svona ungt á leikskóla og það er svona sýnir svolítið að það er kannski ekki endilega 12 til 18 mánaða barni fyrir bestu að fara inn á leikskóla ef að heimilisaðstæður eru góðar heima fyrir. Að þá er þetta, og sérstaklega líka fólk í dreifbýli sem að fara að fara langan veg til að fara með börn í leikskóla, þá er það náttúrulega ofsalega gott að geta stutt við á annan hátt. Því þetta er náttúrulega bara brot af því sem við erum að greiða með hverju barni inn í leikskóla. Þannig að það hlýtur verið hægt að finna svigrúm í fjárhagsáætlun og fjárhagsramma. Þetta er bara brot af því sem við greiðum með hverju barni inn í leikskóla. Já, þannig að ég held að þetta sé gott bæði fyrir börnin, fyrst og fremst er það gott fyrir börnin, oft líka gott fyrir foreldra og líka bara ágætt fyrir buddu sveitarfélagsins. Það má hugsa það. Má ég aðeins? Hefur þessi greiðsla við heimgreiðslu verið nýtt? Daldið? Það er nýtt eitthvað. Ég hef ekki með það nákvæmlega hvað það er sko. Þetta er hvað, meðaltali 6 börn á mánuðinni. Ég kallaði eftir þessum upplýsingum bara ganni núna fyrir þónungu síðan. Þetta er hvað, 6, eitthvað börn á mánuðinni. Þannig að þetta fólk verið snýta sér þetta. Í einhverju mæli. Fleiri sem vilja hafa þetta. Þá er þetta bara hleypaður á stað í 8.2. Já, þá er þetta, við erum meina fyrirspurn Suðurlandsveg 1-3, hvað eru margir fermetrar lausir til útleigu í Suðurlandsveg 1-3 eða HF. Er eitthvað að frétta framtíð matvöruverslunar í húsinu og þessi fyrirspurn er kannski einmitt tilkomin af því að það var nú auglýst leigurými á lausu og við höfum ekkert frétta af því. Stjórn Suðurlandsvegar hefur nú ekki fundað síðan fyrir áramót, þannig að veltum svolítið fyrir okkur, er verið að vinna eitthvað í að koma þessu rými í leigu, er verið að vinna eitthvað í að halda matvöruversluninni hérna því að kom svo niðurstaða að þeir sem að reka matvöruverslunina núna mega ekki gera það frá með vorinu, ég man nú ekki dagsetninguna, en það er kannski þetta sem að held ég almenningur er svona svolítið að velta fyrir sér, því að gjarna viljum við hafa þetta, en hver er þá að vinna að þessu ef stjórn er ekkert að funda, þannig að það virðist ekkert vera að gerast. Og fulltrúi okkar stjórn kannski fréttir lítið af því, hann er nú hérna á fundi hjá okkur. Ingvi Karl, hann er fulltrúi og hann virðist lítið frétta. Já. Takk. Sveitarstjóri? Já, ég legg til bara að vera tekið saman gögn og hérna, þannig að fólk fái bara greina gott yfirlit þetta. Þannig að fyrirspurning kom fram í fyrradag og hérna, það er ekki gefist tími til að taka saman svar fyrir þennan fund, en ég held að það sé bara að gera það.
og leita nýjustu frétta. Já, sveitarfélagið er falið að leita eftir upplýsingum um þetta mál og kannski leggja fram í byggðarráði. Já, líst vel á það. Það er bara gott. Enda við svo sem bjökumst kannski ekki endilega við að fá svör á þessum fundi, en þetta er bara til að koma málinu aðeins upp á borðið og svona. Já. Eru þið sammála um þá afgreiðslu? Já. Já, það er þá er það 18.3. Já, fyrirspurn Lund. Hver er staðan á fjármögnun á innbúskaupum í nýbyggingu við hjúkrunar- og dvalarheimilið Lund? Þetta er sama, stjórn Lundar hefur ekki fundað síðan einhvern tíma fyrir áramót, held í nóvember. Og mér skilst að það sé hár yfirdráttur sem að ég veit ekki hvort það sé eitthvað verið að vinna í eða hugað fjármögnun á honum. Það notar kannski ekki, ég veit ekki hversu hagkvæmt það er að vera með langtíma háan yfirdrátt í notkun. Og þetta er svona kannski bara, við þurfum kannski að vita af þessu sveitafélag. Erum við að fara að leggja meira fjármagn þarna inn í? Eða er von á að ríki greiði eitthvað sem ég veit það ekki. Mér ekki ólíklegt, það er allavega þær fréttir sem ég hef fengið að það sé ekki líklegt að við fáum eitthvað greitt frá ríki inn í þetta. En ég held að við sem sveitafélag, við þurfum svolítið að fá að vita bara hvort við þurfum að fjármagna þetta og þá náttúrulega geta brugðist við og reynt að leysa þetta. Takk. Það eru væntanlega ekki neina tiltækilegar upplýsingar akkurat í Augnabygginu þetta, það er hinn mann, Ágúst? Já, það er bara sama á við þetta. Það er bara sjálfsagt að kanna hvernig staðan er á þessu núna og leggja fram minnisblað sem allir geta séð. Eru þið sammála um að afgreiða það þannig? Já, það er allir sammála í. Þá er 8.4. Já, ritstjórnarstefna miðlasveitafélagsins. Á sveitarstjórnarfundi 14. febrúar síðastliðinn lögðu fulltrúar álista fram tillögu um að móta ritstjórnarstefnu fyrir miðlasveitafélagsins og var samþykkt samhljóða að beina málum til atvinnumenningar og jafnréttismálanefndar til úrvinnslu og frekari tillögugerðar. Sú nefnd fundaði 28. febrúar síðastliðinn og var þetta mál ekki á dagskrá þess fundar og við óskum bara eftir því að þetta mál verði tekið fyrir á næsta fundi nefndarinnar. Já. Sveitarstjóri, Já, ég get upplýst um það. Ég spurði sem sé starfsmann nefndarinnar að því hvenær þetta mál væri á dagskrá og hann upplýst um það að það væri á næsta fundi. Það vannst bara ekki tími til að taka það fyrir á síðasta fundi. Það er upplýsingar sem ég hef. Það er fundurinn eftir viku, 21. Næsta fundur. Það var akkurat það sem ég ætlaði að spyrja um af því að það er ekki reglulegi fundir hvort að þessi fundur er í haust eða hvort það væri fljótlega. málið þar af. Ok, þá er það komið. Það er náttúrulega að nefndir okkar eru mjög virkar. Ok, erum við þá bara búin með 18. liðið eitthvað? Þá er það bara 19. liður, svæðisskipulag fyrir Suðurhálendi, tilnefning fulltrúa. Sax óskar eftir tilnefningu tveggja kjörinna fulltrúa og eins kjörins til vara í vinnuhóp. Og, já, er það rétt skil saman? Margrét, þakka að þú væri til í að... Nei, Steindór Tómasson. Steindór Tómasson. Já, kjörin fulltrúa. Ok, það er tillaga að það spurningum við varamanni. Ég gerði ráð fyrir að þið myndu vilja skipa hann, en við getum alveg haft, já, ef ykkur vantar. Ég hugsaði að því að það er bara einn varamaður, þá var ég ekki að koma með nafn í það, en það var ekkert mál átt. Óttundir, ég legg til að tóka fundar hér. Ef við taka undir þig? Já. Já, við erum bara stann ekki það. Aðeins velta þetta betur. Þetta er áhrá fundur. Það er liður 19, svæðisskipulag fyrir Suðurhálendi, tilnefning fulltrúa. SAS óskar eftir tilnefningu tveggja kjörinna fulltrúa og eins kjörins til vara í vinnuhóp. Tillaga er að tilnefna Helgu Guðnadóttur og Helgu Fjólu Guðnadóttur og Steindór Tómasson sem aðalfulltrúa og Harald Eiríksson varamann í vinnuhóp svæðisskipulags fyrir Suðurhálendi. Þeir sem geta samþykkt þessa tillögur síðan ekki. Það er samhljóða. Leiður 20. Samráðsvettvangur sóknaráætlunar Suðurlands, tilnefning fulltrúa. Það er tillaga að tilnefna Harald Eiríksson og Margréti Hörpu Guðsteinsdóttur sem kjörna fulltrúa.
Það var samþykkt, já. Er þið sammála því? Ekki það, já. Haraldi og Margréti er falið að koma sér saman 2 til viðbótar til staðfestingar á næsta fundi byggðarráðs til vara. Það er þetta. 21. Til umsagnar. 90. mál. Umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis. Ég ætla að yfirgefa fund. Yfirgefa fundinn. Verkið við það. Takk. Góða skemmt. Takk fyrir yfir. Já. 21. mál til umsagnar. Umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis sendi til umsagnar frumvarp til laga breytingu á sveitarstjórnarlögum innan sviga fjöldi fulltrúa í sveitarstjórn. Þetta er lagt fram til kynningar. 22. Til umsagnar 87. mál. Umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis óskar umsagnar varðandi tillögu til þingsályktunar þjóðaratkvæðagreiðslu framtíð Reykjavíkurflugvallar. Þetta er lagt fram til kynningar. Mál 23. Breyting á heiti lands Móholt. Óskar eftir umsögn varðandi að Hrafntóttir 1 verði nefndar Móholt. Og það er tillaga að sveitarstjórn geri ekki athugasemdir að landsbreyta úr Hrafntóttum 1 verði með landnúmer L205-150 verði nefnd Móholt. Þeir geta samþykkt þetta tillögu. Það er svona það. 24. mál Kót. Lóð L173-467. Breyting á heiti. Og óskar umsagnar varðandi að breyta heiti lóðunar Lónakot í Lónakot, fyrir ekki því. Ljónakot, fyrir ekki því. Ljónakot? Já. Og það er tillaga að sveitarstjórn geri ekki athugasemdir að landsbreyta Kotlóð með landnúmer L173-467 verði nefnd Ljónakot. Þessi geta samþykkt tillöguna, við erum ekki. Það er þetta saman lögum. Já, 25. mál, samband íslenska sveitarfélaga, 868. fundur. Fundagerð frá 22. febrúar 2019, lögð fram til kynningar. 27. mál, leikskólinn Heklukot, ný deild. Upplýsingar stöðu framkvæmda. Lagt fram til kynningar minnisbréf varðandi stöðu mála til undirbúning nýrra leikskóladeildar við Heklukot. Margrét Harpa, takk fyrir. Já, takk fyrir þetta. Þetta er nú svona, ég óskaði eftir þessum upplýsingum, bara gott að fá svona raunstöðuna á þessu, en maður sér náttúrulega strax að þetta komið 3,5 fram úr fjárhagsheimildum. Mér finnst það svolítið slæmt að við vitum ekki að þessu fyrirfram byggðarráð og sveitarstjórn. Og þetta er náttúrulega ekki lokatölur, þannig að ég bara svona lýsi áhyggjum að þetta sé að fara svolítið hressilega fram úr án þess að byggðarráð sé gert og sveitarstjórn sé gert viðvart. Þannig að það er alltaf sumt sem ég segja með það. Takk. Já, svona takk fyrir það. Ég er svo sem hugsa að það sé nú kannski bara rétt að birtast núna þessi reikningar úr þessu verki, þannig að við kannski hefum lítið geta brugðist fyrir við, en það veit maður fyrirkjari. Já, og þetta er bara taka undir þau orða. Það er auðvitað alltaf slæmt þegar áætlanir standast ekki, en við auðvitað rendum pínublind í sjóinn. Við leituðum leiða til þess að gera verðkannanir og láta menn bjóða í, en það var bara ekki fært. Við vorum bara ekki tilbúinir í það. Þannig en hins vegar þá gengur þetta vel og þetta er vel gert og verðum vonandi til sóma, en ég bara tek undir það. Mér finnst það slæmt að geta ekki upplýst um það fyrir að þetta mun ekki halda þessar áætlun sem við gerðum upphaflega. En þetta er í það minnst að koma í ljós núna. Ég vil líka fá að nefna það undir þessum lið sem kemur fram í minnisblaðinu
að það eru, við höfum þetta gert heilmikið í því að auglýsa eftir starfsfólki til að manna þessa deild og það var sérstaklega gaman að eftir fundin sem við áttum hérna með foreldrum að það var til svona, hvað ég var að segja, svona var til ákveðin kraftur á þeim fundi í að dreifa auglýsingum mjög víða að við værum að leita eftir starfsfólki, þannig að þetta hefur verið gríðarlega vel auglýst og það aðeins að skila sér. Það að koma umsóknir, hvað svo sem verður úr þeim. Það eru alls konar umsóknir en það eru nokkrar umsóknir komnar. Og síðustu upplýsingar frá leikskólastjóra í morgun að það hefði bæst við. Þannig að vonandi kemur eitthvað út úr því. Fleiri sem vilja taka frá oss? Það kannski bara svona, ekkert bara hér heldur annars staðar, það einhver tilvistar kreppa í þessum leikskóla starfsmannamálum, þannig að það þarf greinilega að fara að hugsa upp einhverja nýjar lausnir þar, bara virðist vera á landsvísu eða eitthvað. Þetta alls staðar, eða mjög víða þetta vandamál að manna þessi mikilvægu störf. Tala ekki að fá fagfólk í starfi, það virðist vera alveg orðið útilokað. Það er mjög erfitt. Takk fyrir það. Teljið þið ástæðu til að taka það fram í auglýsingum ef ekkert verður úr þessum sem eru nú þegar komnar umsóknunum að það séu íbúðir tilbúnar á næstunni sem hægt að leigja út eða hvernig, hvað finnst ykkur það? Það var nú ekki til vegi sko, ágúst. Já, við höfum talað það sem sé að við erum einmitt í auglýsingaherferðinni miklu að koma því betur af. Já. Og prófum það líka. Vissulega að rætast hér mjög úr húsnæðismálum. Þannig að það á ekki að vera skortur á húsnæði hér. Ekki þetta árið. Já, og takk undir það, var einmitt talað um það fyrir kannski 2 árum að það væri ástæðan, sko. Nú það virðist að vera mikið að ræta þannig að það ætti ekki að þurfa að vegist fyrir fólki sem ætlar að sækja að ætti það að geta komist í húsnæði. Hvernig sem vilja hjásvíðafundur eftir við? Það var bara reynd okkur næsta, þetta var náttúrulega til kynningar og upplýsingar. Það 27. kauptilboð í Helluvað. Sveitarfélagið gerði tilboð í Helluvað 1 og núna liggja viðbrögð eigenda fyrir. Þetta var sveitarfélagið gerði þann 28. febrúar síðastliðinn tilboð í Jörðirám Helluvað 1 sem tæplega 50 hektarar. Nú tilboðinu var hafnað. Það var nú bara svoleiðis. Ágúst? Já, þetta bara upplýsa það undir þessum lið sem sé að við könnuðum hjá eigendum hvort að það veri vilji til þess að selja hérna land og það kom fram í þeir umræðum að það væri þá óskaði eftir að við gerðum tilboð í sem sé allt landið og íbúðarhús. Til rétt að það komi fram. Já. Eitthvað fleiri? Já, Margrét Harpa. Setjum við það ekki bara inn í fundargerð til útskýringa? Jú, að þetta sé að við hefum gert tilboð í allt landið að ósk eigenda. Það mætti það bæta því. Ég finnst sjálfsagt að það sé að því að þessi 50 hektar, þetta er náttúrulega kannski ekki allt sem við þurfum á að halda sem stendur. Þannig að ég held að það sé gott og upplýsandi. Já. Bæta við. Bæta við. Heyrðu, já. Þá er að liður 28 landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga 2019. Það verður haldið 29. mars 2019. Það liggur vantar eitthvað bréf þannig varðandi þingið til kynningar sem eru búin að
lesa í ræðum, trú ég. Já, með ekki bara fundið slítið þegar að búið er að klára fundagerðina. Þú segir til það. Það skal tæmt í það. Það er alveg seinna heldur en við getum bara fyrir. Fundið slítið.